Ráðherrar, ágætu gestir. Við komum öll hér saman undir yfirskriftinni Orkueyjan og alþjóðleg samkeppni. Og við búum auðvitað á þessari orkueyju og við höfum byggt hér upp lokað orkukerfi, en við erum samt sem áður órjúfanlegur hluti af miklu stærri heild og við verðum fyrir miklum áhrifum af breyttri heimsmynd. Heimurinn hefur kannski alltaf verið ófyrirsjáanlegur, en kannski aldrei sem nú. Í okkar heimshluta höfum við nú verið að upplifa óvissu í samskiptum ríkja, tollastríð og nýjar öryggisógnir. Og það má segja það að fréttir helgarinnar hafi svo sannarlega ekki dregið úr þessari óvissu. En græna orkan okkar auðvitað áfram gríðarlega mikilvæg. Því að þótt að áherslan hafi verið að færast kannski meira yfir í öryggismál og verja samkeppnishæfni og lífsgæði, þá verðum við að muna að það græna orkan sem grunnur að öryggi landsins, samkeppnishæfni og lífsgæðum. Og bara eins og Tinna benti á hér áðan, þá einstaka ríki og heilu álfarnar auðvitað að reyna að vinna því að tryggja sína samkeppnishæfni. Við horfum auðvitað meðal annars til meginlands Evrópu, þeirrar álfu sem við eigum sterkust tengsl við. Skýrsla Mario Draghi samkeppnishæfni Evrópu kom eins og köld vatnsgusa framan í æðstu stjórnendur álfunnar. Og hún var svo sannarlega ekki pöntuð að tilviljun. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undir forstöðu Ursulu von der Leyen fékk Draghi til verksins vegna trúverðugleika hans sem fyrrverandi seðlabankastjóra Evrópska seðlabankans og vegna þess að Evrópa stóð frammi fyrir sívaxandi áhyggjum af samkeppnisstöðu Evrópu gagnvart Bandaríkjunum og Kína. Og það má ekki gleyma því að þessi skýrsla verði til í skugga djúpstæðrar orkukreppu. Hún gefin þarna út í lok árs 2024 og skýrslan sýnir fram og niðurstaðan skýr og hún óþægileg. Það bara mikil hætta af því að Evrópa sé að dragast aftur úr. Og Draghi benti bara á það að án þess að auka verulega framleiðni innan Evrópu muni Evrópa ekki geta fjármagnað það módel sem að álfan byggir af. Og það auðvitað kjarni málsins, því að á sama tíma alveg eftirspurnin augljós. Fólk vill flytjast til Evrópu vegna lífsgæða stöðugleika samfélagsmódelsins, en Draghi bendir á að þessi staða sé ekki sjálfgefin til framtíðar. Boðskapurinn þannig bara mjög harður en mjög skýr. Ef Evrópa ætlar að verja sín grunngildi og lífskjör, þá þarf hún að auka framleiðni hratt og það krefst róttækrar og marktækra breytinga á orkumálum, fjárfestingum, innri markaði og svo framvegis. Ykkur finnst kannski ekki skemmtilegt eða jafnvel óþægilegt að vera að ræða evrópskt regluverk, en það bara mjög mikilvægt að ræða þetta. Nú við að bregðast við það sem við köllum við lögfræðingarnir, afsakið þið verkfræðingar sem fylli hérna salinn, köllum þetta innleiðingarhalla. Það semst verið að leggja fram frumvörp sem byggja á evrópskri löggjöf sem á mörgu leyti var mótuð við allt aðrar aðstæður en við búum við í dag. Þannig að þetta var kannski bara önnur heimsmynd. Á meðan Ísland núna að horfa til orkutilskipunar sem kallum orkutilskipun 2, hefur Evrópa þegar stigið næstu skref. Nýrri útfærslur í regluverki fela í sig mun markvissari tæki til að hraða uppbyggingu endurnýjanlega orku og styrkja samkeppnishæfni álfunnar. Og samhliða þessu hefur líka Evrópa hafi leiðréttingu á sínu eigin regluverki að innan. Dregið úr til dæmis kröfum varðandi útgáfu á sjálfbærni upplýsingum og
farið í vatnatilskipunina og þeir eru bara að skoða allt sitt regluverk út frá því hvernig getum við tryggt þessa verðmæta sköpun. Stefnan einföld, að auka samkeppnishæfni með einfaldara regluverki, hraðari ferlun og minni óþarfa byrðum á fyrirtæki. Og í þessu ljósi þá verðum við kannski að spyrja okkur á því, er skynsamlegt nú þegar að Ísland er að innleiða regluverk sem var hannað fyrir nær áratug, áður en að orkukreppan skall á og áður en Evrópa sjálf hófa endurskrifa leikreglurnar. Við höfum kannski, eða ég held bara örugglega ekki, efna á að bíða í 8 til 10 ár eftir þeim lausnum sem Evrópa er núna að setja fram. Og þess vegna held ég við verðum að horfa fram á við og taka inn jafnframt, ég segi jafnframt, þau nýju úrræði sem að er að koma, sem sérstaklega hafa verið sett fram til að hraða orkuskiptum og efla samkeppnishæfni. Og munum, þetta var bara mjög skýr boðskapur hjá Mario Draghi. Ef Evrópa og þar með við ætlum að hafa efni á þessu samfélagsmódeli sem við búum við, þá dugar ekkert hálfkák. Það þarf grundvallarbreytingu sem styðja við framleiðni, hraða orkuskiptum og styrkja samkeppnishæfni. En höldum nú aðeins áfram að huga samkeppnishæfni Íslands og íslensk atvinnulífs. Og hún Tinna fór nú vel yfir þetta áðan og það má kannski segja það að við vitum svona nokkurn veginn hvað við þurfum að gera. Við þurfum að koma nýrri grænni orku inn á kerfið og hún þarf að vera samkeppnishæf í alþjóðlegum samhengi. Við þurfum einfaldari, hraðari og fyrirsjáanlegri leyfisveitingaferla fyrir orkumannvirki og við finnum það svo sannarlega, takk ráðherra, að það er skýr vilji hjá þér fyrir þessum markmiðum. En við þurfum líka traust flutnings- og dreifikerfi sem er jafnframt samkeppnishæft, skýra orkupólitík og atvinnustefnu. En samkeppnishæfni snýst líka vilja samfélagsins til þess að hafa viðkomandi starfsemi hjá sér. Bara vilji almennings. Og til þess að komast að því hvort að við höfum þennan vilja almennings, þá höfum við verið í langan tíma að spyrja almenning og hagaðila þeirra afstöðu. Við höfum reyndar frá byggingu Kárahnjúkavirkjunar ásamt Alcoa mælt afstöðu íbúa í landshlutanum til fyrirtækjanna beggja. Rannsóknarmiðstöð ferðamála hefur einnig kannað afstöðu ferðamanna á svæðinu og síðan kannar Gallup afstöðu landsmanna allra einu sinni á ári. Og það þetta mjög ánægjulegt frá því að segja að niðurstaðir þessara kannana eru allar á einn veg. Við höfum aldrei mælt og ég myndi segja fundið fyrir mikilli jákvæðni. Leyfðu mér að fara yfir nokkur atriði úr þessum könnunum. 66% landsmanna eru jákvæð í garð Landsvirkjunar en 6% neikvæð. Tæp 70% eru hlynnt frekari virkjunarframkvæmdum og 15% eru því andvíg. 87% telja að Landsvirkjun skapi mikil verðmæti fyrir íslenskt samfélag en einungis 2% telja þessi verðmæti vera bara fremur lítil. Og að sama skapi er ánægjulegt að 85% telja að virkjanir Landsvirkjunar hafi hreinlega jákvæð áhrif á íslenskt samfélag. Og það kannski þetta sem við erum svo ánægð með að fara svona vel saman. Það er að skapa mikil verðmæti og hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Og það er ekki síður gott að sjá að íbúar í grennd við aflstöðvarnar okkar hafa líka jákvætt viðhorf til okkar. Og þar eru íbúar í grennd við Fljótsdalsstöð svo sannarlega engin undantekning. Og munum, þegar við byggðum þessa stöð, að þá var þetta umdeilt verkefni. En nú 20 árum síðar, þá er ánægjulegt að segja að það mælist hvergi jafn mikil jákvæðni en einmitt á Austurlandi gagnvart Landsvirkjun. En svipaða sögu er reyndar að segja frá Norðurlandi og Suðurlandi.
Og svona rétt áður en ég lýk þessum könnunarkafla mínum, þá vil ég benda á rannsóknir sem Rannsóknarmiðstöð ferðamanna gerði fyrir okkur við Kárahnjúkastíflu sumarið 2025. En hún sýnir svo ekki sé umvilst að endurnýjanleg orkuvinnsla og ferðaþjónusta geta svo sannarlega þrifist vel saman. Og á þessu orðskíi sem þið sjáið hér fyrir aftan mig, sem var unnið upp úr opnum svörum, þá má sjá að mannvirkin voru oft hluti af hápunkti ferðarinnar ásamt víðernum og náttúrunni. Því virðist sem að vinnsla endurnýjanlegrar orku ekki hafa neikvæð á annan mikilvægan atvinnuveg sem ferðaþjónustan, heldur þvert á móti hún hreinlega hluti af jákvæðri upplifun ferðamanna. Og svo verður maður alltaf að skoða þessa myndir, enda eru þetta eina af stærstu seglum ferðaþjónustunnar sem tengjast orkuvinnslu og við þekkjum öll Bláa lónið, Jarðböðin við Mývatn, Stuðlagið, Sigöldugljúfur og svo framvegis. Mig langar líka einnig að benda á þessa skýrslu Samtaka atvinnulífsins sem var gefin út í kringum síðasta ársfund þeirra, sem ber það, ég myndi segja, frábæra heiti. Orka undirstaða hagsældar. En þar einmitt bent á þau skýru tengsl sem eru á milli orkunotkunar og lífsgæða og það að þau ríki sem búa við næga og hagkvæma orku standa fremst meðal þjóða þegar kemur að lífsgæðum. Og því má segja að forsvarsmenn annarra atvinnuvega hafa því sömu sögu að segja og við erum grunnurinn sem aðrir geta síðan byggt á. Nú væri svolítið gaman að hafa svona mic drop, þið kannist við þetta allir það ekki, stoppa hér, allt bara frábært ekki satt. En því miður þá gengur það ekki, því að veröldin á fleygiferð. Tímarnir breytast og verðum að muna að breytt heimsmynd krefst meiri hraða og skýrari stefnu. Þó að margt hafi gengið vel hingað til, þá þýðir það ekki og ekki trygging fyrir því að það muni ganga vel áfram. Við getum og viljum gera betur. Gagnrýnisraddirnar eru okkur mikilvægar og við hlustum og reynum að stöðugt að bæta okkur. En það þetta bara öðruvísi áskorun að byggja fyrsta vindorkuverið á Íslandi með tilheyrandi þungaflutningum sem byrja nú í vor. Og það líka öðruvísi áskorun að byggja vatnsaflsvirkjun í byggð eins og Hvammsvirkjun. Og það má minna á að langdregin og flókin leyfisveitingaferli skapa óvissu líka og spennu í nærsamfélögum. Og það verður að segjast að leyfisveitingaferli sem tekur vel á annan áratug ekki bara lýjandi og kostnaðarsamt fyrir okkur sem störfum í orkugeiranum, heldur þessi langtíma óvissa ekki síður óboðleg fyrir íbúa í nálægð við þessar virkjanaframkvæmdir. Þess vegna verðum við bara að muna eftir því, það verður að gera ferlið styrktra og markvissara og eins og við ítrekum alltaf án þess að gefa neina afslætti. Og óvissu fylgir líka því aukinn kostnaður og dregur á áhuga annarra á fjárfestingum. En ef ekki ljúka svo aðeins jákvæðari nótum hérna, framkvæmdir eru á fullu í Vaðalduveri, fyrsta vindorkuveri Íslands og það alltaf fara fullt í Hvammi. Nú eru næstu kostir komnir í nýtingarflokk, það Holtavirkjun og Skrokkalda sem skiptir þetta gríðarlega miklu máli að því það tekur dágóðan tíma að koma virkjunarverkefnum áfram. Þessi verkefni verða þá líka prófsteinn á hvernig löggjöfin stendur sig. Að auki eru mörg verkefni á borðinu sem lúta því að auka nýtingu núverandi virkjana sem þýðir þetta bara betri nýting á auðlindinni. Og eins og kom fram í erindi Brynju stjórnarformanns, þá gerum við ráð fyrir að fjárfesta á næstu 5 árum fyrir 190 milljarða. Við horfum því svo sannarlega björtum augum til framtíðar. Við ætlum að standa undir traustinu og að halda að byggja upp lífsgæði í landinu. En nú komið að ferðalokum hjá okkur í dag.
ég vil nota tækifærið og þakka ykkur öllum fyrir að koma og taka þátt í þessum ársfundi okkar. Ég vildi bjóða ykkur sem hér sitji í salnum að staldra aðeins við og þiggja veitingar hér í salnum við hliðina og þar skulum við halda áfram og taka spjallið, af því það auðvitað gríðarlega mikilvægt. Og ykkur sem fylgdist með á netinu vil ég þakka áhorfið. Við hjá Landsvirkjun þökkum traustið. Takk fyrir.